Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Hér í Minjasafni Austurlands og Egilsstöðum margt fróðlegt að sjá, til að mynda þessi hreindýrstærur hérna. En við ætlum að fá að vita af hverju ósköpunum hann hérna. Sýningin Hreindýrin á Austurlandi var opnuð í Minjasafni Austurlands sumarið 2015, en hreindýrin hafa í gegnum árin skapað náttúru og menningu Austurlands sérstöðu. Og hér erum við svona að reyna að fjalla hreindýrin frá sem flestum hliðum, fjallum uppruna þeirra hér á svæðinu og náttúruna, rannsóknir á þeim og nýtingu og bara tengsl við sögu og menningu fjórðungsins, hvernig veiðunum hefur verið háttað og stjórnað í gegnum tíðina og hvernig menn hafa nýtt þau og svo líka tengsl þeirra svona við bara inn í bókmenntirnar og svona sögun okkar hér. Já, undir lok 18. aldar þá komu upp hugmyndir það að flytja hreindýr til landsins til þess að bara auka dýralífið og svona hjálpa mönnum hér á þessu harðbílalandi. Og það voru sem sagt gerðar tilraunir til að flytja þau á 4 staði, Norðurland og Vestmannaeyjar, Reykjanes og Austurland. Og þau lifðu bara af hér fyrir austan, það var sem sagt sett hjörð í land á Vopnafirði og hreindýrin sem eru hér á Austurlandi eru afkomendur þeirra hreindýra. Og það var sem sagt, já, Austurland var eini staðurinn þar sem þau lifðu af. Þannig að þau eru bara hér á þessu svæði og eru þess vegna mikið svona einkenni á fjórðungnum. Þetta nýjasta viðbótin við sýninguna sem kom hingað síðastliðið sumar, uppstoppaður hreindýrstarfur sem hann Reimar Ásgeirsson uppstoppari stoppaði upp fyrir okkur. Og þetta náttúrulega mjög skemmtilegt fyrir að geta komið og skoða hann svona í návígi vegna þess að þó að þau séu, maður sjáu þau oft kannski, þá kemst maður aldrei neitt mjög nálægt þeim, þannig að getur maður alveg skoðað hvernig þau líta út í návígi. Já. Hverjir eru það sem að sækja safnið? Það nú mjög fjölbreyttur hópur sko. Þetta náttúrulega mikið ferðamenn sem koma hingað aðalega yfir sumartíman, en við finnum nú alveg fyrir því að ferðamannatíminn að lengjast. Já. Svo svona utan þess tíma þetta mjög mikið skólahópar. Skólarnir eru duglegir að nýta sér safnið, bæði bara öll skólastigin hér, leik-, grunn- og framhaldsskólar. Og svona duglegir að flétta þetta inn í kennsluna og við reynum að koma til móts við kennararnir eins og við getum. Ég var til dæmis bara núna daginn með annan bekk í Egilsstaðaskóla hér í heimsókn. Þau höfðu verið að læra hreindýrin og komið hingað til þess að skoða og afla sér frekar upplýsinga. Mikill fjöldi ljósmynda og upplýsinga prýða veggi sýningarsalarins. Við fengum bæði mikið af myndum frá ljósmyndasafni Austurland sem er hérna á Héraðsskjalasafni Austfirðinga og svo líka bara mikið af myndum frá bara almenningi. Við leituðum til fjölmargra sem áttu bæði gamlar og nýlega myndir til þess að sýna. Á sýningunni meðal annars hægt að horfa á kvikmyndina á hreindýraslóðum eftir Eðvarð Sigurgeirsson frá 5. áratug 20. aldar. Teiknimynd Hreindýrið Bjarts í sumarhúsum eftir Láru Garðarsdóttur og nýgerða heimildamynd hreindýrin eftir HS Tókatækni. En vöktun náttúrustofunnar myndi náttúrulega aldrei ganga upp nema fyrir gott samstarf við veiðimenn. Hérna í veiðikofunum erum við búin að setja upp svona smá aðstöðu sem á að líka eftir eins og ég segi gömlum veiðikofa og það hægt að setjast hér á kisturnar og hlusta á veiðisögur nokkura heiðursmanna sem hafa frá hreindýraveiðum að segja og svo eru hér nokkra ljósmyndir og svona ýmislegt skemmtilegt. Já. Þannig að þú getur bara teilt þér og gripið headphone og prófa. Prófa þetta. Og þetta svona frekar spögt dýr og ég skaut þetta 7 dýr til að byrja með. Svo fyrir ég nú að gera að þeim. Þá eru hinn bara þar rétt fyrir neðan. Og það skaut ég önnur 7. Og ég man alltaf eftir því þegar ég var að fara inn að nýta þau dýr, að þó að stæðu dýr hjá mér, þá myndi ég ekki skjóta meira. Rannveig nokkur Þórhallsdóttir safnaði þessum sögum hér fyrir nokkrum árum síðan og fyrirtækisins Sagnabrunns sem hún var með og talaði við hreindýraveiðimenn og safnaði sögum hreindýraveiðar og við gátum náttúrulega nýtt það hér og það er bara afskaplega skemmtilegt að þessar sögur skuli vera til og við getum hlustað á þær. Og þetta eru menn héðan úr fjórðungnum? Já, þetta eru menn héðan úr fjórðungnum. Af hverju ætti fólk að koma á sýninguna?
Af því að þessi dýr, hreindýrin, eru bara einkenni fyrir Austurland og þau hafa verið hér í áraraðir og lifað með okkur Austfirðingum og þetta allir Austfirðingar ættu að þekkja til þessara dýra og ferðamennir, þetta er líka forvitnilegt fyrir þá. Þetta er ekki bara fyrir ferðamenn, þetta er fyrir fólki í fjórðunum líka? Alveg klárlega, sko. Hér er margs konar fróðleikur og margir sem sjá hér myndir af fólki sem þeir þekkja og fleira, þannig að það er bara hér geta allir fundið eitthvað þessi tefi. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.